heyri ykkur hérna nuance is the new n-word. Það þarf nuance í þetta samtal. Það þarf að embracea að það nuansar þessu. En það þarf líka að tala frá stöðu þar sem þú ert með fólk á bakviði. Þú ert að representa, ekki eitthvað diplo viewpoint sem þú ert að sjóða saman til þess að þóknast öllum. Réttstæðir, skilurðu, Gísli Marteinn Vikan, sem bæði ógeðslega fyndið dæmi vegna þess að fólk sem horfir á Gísli Marteinn Vikuna og mætir þar bara, þetta þverskurðurinn, þessi sófi hérna, það þverskurðurinn. Og þetta er reinforcing og allir í salnum að klappa undir öllum þessum woke-bröndurum hjá Gísla Marteini, skilurðu, hann tala alltaf Snorra Másson í þessu stand-up biti, skilurðu, hann sem er að fara í fréttir vikunar. Og svo séu kommentakerfið þegar Rúv er að posta á Facebook nýjasta þættinum og það bara öfugt, bara 90% af fólki hatar þetta eitthvað, og þetta svo fyndið hvernig þessi mengi einhvern veginn bara ekki alveg að nema hvort annað. Jökull Sólberg, þú kærlega velkominn. Takk. Hvað segirðu gott? Bara ljómandi gott. Þú ert, hvað var að segja, frumkvöðull og sósíalisti. Já. Það hljómar eins og nautasteik með súkkulaðisósu fyrir okkur sem eru kapitalistar. Já, getur verið hættilega að blanda fyrir mótherjan. Eða ekki? Það maður skilur kannski, hefur ykkur innsýn held ég. Já. Hvernig hérna, sko, það er margt sem getur rætt, en við ætlum að ræða svona vinstrið. Já. Þú hefur talað gegn woke-inu sem er örugglega eitthvað sem við komum inn á. Ég ætla ekki að byrja þar út af því að þegar ég fer þangað og festist ég svo oftar. Já. En hérna, svona heilt yfir vinstrið, bara ef þú kannski tekur woke aðeins út fyrir sviga, þó svo það sé náttúrulega erfitt, hvernig lestu í stöðuna? Það er náttúrulega, svo ég kannski kom með afstöðu mína, þá er þetta búið að vera svona meiri aumingjavæðing, það er minna af því að reyna að berjast fyrir hagsmunir þeirra sem eru að vinna vinnuna, hagsmunir þeirra sem eru að mæta í vinnuna, að meira að tala um kulnun, meira að tala um meira veikindafrídaga, meira að tala um það að stytta vinnuvikuna og fleira þar fram til götunum. Hvernig horfir þetta við þér? Þú ætti að tala um svona menningar, hvað er vinstrið menningarlega? Já. Þá þarf náttúrulega bara að hoppa beint í vókið. Er það? En ég meina, sko, er þetta samt bara, er þetta alfarið vókið? Mér finnst þetta líka, sko, kannski er vókið fórnarlambsvæðing einhverju leyti. En ef við tökum menningu, svona vinnustaða menningu, sérstaklega hjá hennu opinbera, að þá finnst mér það ekki kannski vera alfarið, þó það sé tengt við vókið, þá er ekki alfarið vókið, það er einhver svona ákveðin ára yfir þessu líka, sem hefur að gera með svona, ef maður er bara á, því ég hérna fulltrúi hér samhengi, að þá er það meira sko að það sé áran yfir því að við séum með mitt, meira að, ég er strax komin í vókið, að berjast fyrir konum og eitthvað þannig. Já, kannski byrjum við bara á vókinu. Kannski er bara best að byrja það, en ég veit það ekki. Nei, ég skil vel hvað það tala um sko, og ég held að sjálfsmynd vinstrimanna ég vona að hún sé að taka miklum breytingum núna, að ég einhvern veginn líti á sjálfum mig sem ég líti á samfélagið og ég átta mig vel á því að það eru hinni sterku og sem geta og hafa eitthvað mjög mikið fram að færa, en við búum í samfélagi og þetta þarf allt saman að tvinnast saman og veit ekki með aumingjavæðingu, en við erum hérna að reyna að búa til samfélag og ég líti alveg að sjálfa mig, sem kannski, sem sterkan, ég vinn eins og dýr og, ég fyrir ræktina og ég skil ekkert eftir, skilurðu, og ég hef með mikla kröfur að sjálfa mig og, ég hef mikla kröfur til samstarfsfélaga minna og bara allra í kringum mig og, mér finnst, ég get alveg tekið eitthvað pínu undir, kannski hefur eitthvað smá svona vantað í vinstrið, svo að sé eitthvað fútt í þessari baráttu. En ég held að það sé eitthvað að breytast núna og ég lít til, eflingar og mér finnst það að vera að búa til nýja ímynd fyrir baráttuna þar og það finnst mér hafa tekist þegar þau mæta bara hérna í, vestunum eða þessum nýju svörtu jökkum, skilurðu, við erum bara með skýra kröfur og þau eru bara óritskoðað. Það er ekki þessi ritskoðuna filter á öllu einhvern veginn, þannig að þurfu einhvern veginn að tjekkja alls konar box. Heldur er þetta bara, þetta er okkar veruleiki, þetta er sem við erum að fara fram á. Þannig ég held, ég er að vona að þessi stéttanálgun sé að fara að gera vinstrið miklu, miklu betra. Og 19. aldar Þýskaland, eitthvað svoleiðis, 1848. Já, eða skilgreina og fatta vílinan liggur á ákveðnum ás, á milli stétta og stéttgreiningin sem kemur inn í þetta, hún mun leiða til þess að sjálfsmyndin verður miklu sterkari. Og fólk
horfum til vinstur og hægri í baráttunni, þú veist, hvernig stöndum við saman, þú veist, maður þéttar aðeirnar á vinstrinu og það sem við höfum sammeilegt, en svo náttúrulega ég kannski einhver pínu hræstnara því að þú veist, ég tilheyri kannski ekkert endilega alveg akkurat, þú veist, ég er ekki eflingarfélagi, skilurðu, en ég dáist að þessu og ég er að reyna í haustum að mappa út, þú veist, er þetta búið til eitthvað við hliðina á þessu í sósíaldaflokknum það sem ég er að taka þátt núna og hefur verið. En þú elskar ekkert að borga skatta, ertu ekki bara svona eins og tónlistamenn á Íslandi, þú veist, sem er allir eitthvað svona, já, ég vil gefa mikið gott heilbrigðiskerfi, já, ég er að mæta hérna að gefa eitt peppaður yfir því að við séum að borga meira og taka hérna auðmönnunum og svo eru allir með, þú veist, keyra á einhverjum Defender með 250 skall á mánuði, skilur. En er eitthvað pólitík í íslenskri tónlist eða? Ég hef ekki heyrt það, sko. Nei, en þú hefur svona heyrt að þegar tónlistamenn koma fram og tala pólitík, þá passa þeir sér mjög mikið að vera vinstramegin. Kannski hefur það með Vogue að gera, þú veist, það hefur bara verið svona vinsælt að segja, já, ég get vinstri svona, jú, ég hata Þorstein Má, já, þú veist, sjávarútgerðin maður, það er svo ömurlegt hvað sjávarútgerðin ömurlegur. Ég bara, þú veist, ég var endur að eiga samtal myndi gæra eitthvað tónlist er, þú veist, tónlist, þú hlustar á tónlist, þú ert bara með einhver headphone og þetta er svona, þú veist, það var að tala um einhver tilfinningar og þetta er bara svona eitthvað svona jóga dæmi þar sem að þú ert einhvern veginn að introspekta einhverja tilfinningar og þú veist, þú hlustar á einhverja texta, það er engin pólitík í þessu lengur, þú veist, Bob Dylan og Rage Against the Machine og einhverju svona sem voru með eitthvað svona anti-war anthems eða eitthvað þegar hérna Vietnamstríð var í gangi, þetta er bara algjörlega farið í mínum huga, þú veist, það sem fólki finnst vera radikal er Beyoncé í kúreka hatti og það er bara, finnst mér bara ekkert radikal, þannig að ég veit ekki hvað ég geti tekið undir þetta, en þú veist, það sem ég sá í gerð náttúrulega bara Aron Kahn bara gera upp sína bækur og með 10 milljón króna hagnað og ég hugsa bara, hann er örugglega, þú veist, duglegur en andskotin, skilur að gigga og þú veist, það stöði mikið neitt, þú veist, og ég held að hérna, ég hef aldrei heyrt hann tala Þorstein Má heldur, sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Nei, ég einhvern veginn hef líka yfirfært svolítið yfir á bókmenntir. Já. Að til dæmis þegar maður les Dostojevskí eða les Tolstói eða eitthvað, sérstaklega þessi, þú veist, rússnesku hérna andófsmenn já, einhverju leiti andófsmenn og þú veist, Emil Zola Germinal, þar sem að þeir einmitt fara bara í bara viðjar alls þess sem að er bara ákveðin bara ánauð þeirra sem allir er að bara starfa í kólanámum, þar sem að Emil Zola einmitt fer niður í einhverja bara hálfgerða dýflissu þar sem að hann er að ræða við kólanámumenn og spyr hvernig það eru stórir hestar hérna sem er að hérna ferja kólin, bara hvernig komið þeim hingað niður, og það er bara þeir fæðast hérna og eru hér og það sama gildir okkur og ég held að sko ástæðan fyrir því kannski að maður án þess að vera leiðilegu við nútíma skáld, að þá held ég að ástæðan fyrir því að maður kannski það er kannski áhugaverðari lesning að fara í þessu gömlu rit, er bara út af því að þeir bara fundu fyrir þessu eigin skinn einhvern veginn og kannski er það ástæðan fyrir því að Bob Dylan og ég held að það hafi ekki verið kannski frábært upphaflega að vera svona andófs hérna tónlistarmaður þannig að það hafi kannski þurft að fara í gegnum ákveðin feril og það hafi svona gert listina því sem þið eru en ekki bara einhverju hip-hopið það hvað átt mikinn pening og hvað gælur viljaði mikið sko. Ég held að sko, ég les alveg bara átakanlega lítið af skáldbókum, ég er að lesa hérna Chomsky og hérna eitthvað sagfræði og eitthvað svona Fallsóvitríkjana og ég bara les ekki skáldsögur, bara hef ekki gert langa lengi, en maður hefur hlustað á podcast við hérna viðtöl við rithöfund á Íslandi og þú veist, ég upplifið að þú veist, þetta fólk hérna Hallgrímur Helga, skilur, og eitthvað svona fólk sem að þau eru inn í einhverju
mengi sem að ekki, þú veist, þau self-identifya sem vinstri og þau hafa í sínum eigin huga verið mjög mikið partur af einhverju, í þeirra huga held ég róttækri hreyfingu jafnvel síðustu ár, en það sem er að gerast núna og rísa upp, þú veist, það sem ég myndi kalla alvöru vinstrið núna, sem ég held að sé vonandi að vera til, það er bara það fer ekki saman, þú veist, hljóða mynd á milli þessara tveggja fylkinga og það er eitthvað fleigur hérna á milli og ég held að skáldskapur er ekki radikal í dag og Hallgrímur Helga er alveg gott dæmi, þú veist, þessi þáttur á Samstöðinni, þar sem hann rekkur bara við, bara byrju, wow, ég held að Vogue þýddi í alvörinni að vera næs, skilurðu, og en hann ég hef ekki lesið sögurnar hans heldur, skilurðu, þú veist, það sem hann er að skrifa, en ég held, þú veist, þegar maður les aftan á, þú veist, jólabókaflóðinu, hvað er hann að skrifa þú veist, það er alveg verið að skrifa eitthvað svona reynslu heim, það sem er kannski eitthvað pólitík, skilurðu, og fólk er í ykkur stjætti eða eitthvað, skilur, ég veit það ekki en það er ekkert radikal eitthvað svona sem er að hreyfa við ykkur held ég, sko þannig held þú veist kúltúrun okkar, menningin og þeir sem eru að búa til menningun okkar og þessi framleiðsla á kúltúr, hvort sem það er tónlist eða bókmyndir ég sé ekkert fútt í því einhvern veginn og kannski er það partur af því að fólk er bara að lesa minna, jafnvel, ég veit það ekki. Nei, það er líka að tala við Halldór Armand fyrir ekki svo löngu, hann talaður svona samþykktar framleiðslu þar sem við erum einhvern veginn að reyna að staðfesta hvað við erum góð með því að minna hvort annað á hvað þú ert góður og við erum góð og þú ert góður, skilur og við erum öll í þessu saman og svona samtakamáttur, sko, og það er einhver óljós óvinur, sko, sem er eitthvað af þessum svona woke orðum, skilur feðraveldið og þetta dót, sko. Ég las í fyrsta skipti í bara örugglega ever og ég veit ekki einu sinni af hverju ég las þetta en það var gagnrýni, leikhúsgagnrýni á Íbúð 10B held ég að leikriti heiti og það er Baltasar Kormákur komin aftur og það er mokað inn bara öllum stærstu stjörnunum sem voru í verbúðinni og þú veist, þetta er bara svona þú veist, átti að vera bara svakalegt, sko og gagnrýnandinn leikritið á að vera það að það er eitthvað fólk í einhverjum svona luxus íbúðakjarna sem að Þetta er nýtt leikrit, sko, ég held að sé í sýningu núna og það er fólk, ég býr í þessum íbúðakjarna Unnsteinn Manuel er svona svarti maðurinn sem á að vera sympatískur gagnvart þeirri ákvörðun eins aðila það að taka inn 20 hælisleitendur inn á heimili sitt og gagnrýnandi náttúrulega bendir á að það er svo augljóst að fólki er ekki alveg tengt við þennan veruleika því að það er náttúrulega svo ótrúlega óraunverulegt að einhverju væri í þeirri stöðu á Íslandi að fara að hýsa 20 hælisleitendur heima hjá sér í einni íbúð. En á það svona íkt dæmi, eitthvað svona absúrt kannski var það leiðin til þess að gera þetta, það var einhver absúrtismi en sá sem að var að gagnrýna þetta leikrit sem ég man nú ekki alveg hver var, ég kannski birti þetta hliðin á mér það fyrir þá sem er að horfa á YouTube eða á Partus og sko hann mitt bendi að þetta er svona ákveðið þetta fólk er svo ótrúlega illa tengt við þennan veruleika sem hefur að gera með móttöku hælisleitenda og mér þótti þetta mjög fyndin gagnrýni, sko. Það verður oft svona fyndið þegar að það er verið að þegar maður finnur það er verið að framleiða kúltúr og skrifa leikrit og skrifa bækur það sem að kannski maður finnur einhvern veginn að höfundurinn er að búa til eitthvað sem að hann heldur að fólk tengi við að því að hann er að reyna að fara niður þrep, þú veist, í einhverju þjóðfélagsskipan skilur til að einhvern veginn skrifa fyrir hönd áhorfandans og miskilur aðeins, þú veist, hvernig veruleikin er á milli það sem hann er höfundurinn og þegar sem hann vonar að horfa á þetta, skilur og það er svona smá getur verið smá cringe eða svona, þú veist, þegar að maður hann er ekki alveg að lesa bara samfélagi rétt einhvern veginn. Nei, og mér finnst þetta Ertu að meina að þetta sé eitthvað þannig, eða? Já, í rauninni, sko. Þetta er í rauninni bara svona þessi samþykktar framleiðsla sem ég var að tala áðan. Það sem að, skilurðu, bara minna svolítið fólk á hvað þú ert góð manneskja og hvað hinir sem er einhvern veginn á móti þessu séu vondar manneskjur. Og þú veist, og að sjálfsögðu myndu flestir gera sig grein fyrir því að ef að 20 hælisleitendur myndu flytja inn í íbúðahúsnaði í sömu byggingu
að þá myndi það vera svona áþreifanleg breyting á öllu þínu umhverfi. Það ég held að enginn sé feiminn við að segja það. En það var einmitt skilur það svolítið allavega eins og ég skildi þennan dóm að það var plottið svolítið það að þú skilur það voru vondar manneskjur sem var einhvern veginn að gera athugasemdir við það að væru hælisleitendur og Unnsteinn Manuel var einhvern veginn svona svarti maðurinn sem átti að tengja við hælisleitenduna. En ég mann nú ekki fullkomlega, mér bara datt í hug út en það kemur svolítið inn á sko ástæðuna fyrir því til þess að ég held að við séum komin á svolítið skrítinn stað menningarlega heilt yfir. Ég var með Sverri Helgason fyrrum varamann unglingahreyfingar Miðflokksins sem að kom fram núna nýlega í Björkastinu stutt eftir að ég tók viðtalið við hann. Ég var bara að birta það núna í gær. Þar sem hann einmitt segir bara já, ég er reisirealist og kemur með svona mjög bara beittar, hvassar svona skoðanir og eitthvað sem er mjög mikið á skjön við svona hið hefðbundna í dag. Ég held aftur á móti að þessar skoðanir séu viðteknari heldur en að við almennt gerum okkur grein fyrir og ég held einmitt að þessi svona samþykkta framleiðsla sé búin að skapa ákveðið svigrúm fyrir svona mengi eins og við erum til dæmis að sjá í Bandaríkjunum. Því að allt þetta svona menningarlega hefur verið svo rosalega ríkisvætt. Bara við vitum alveg til dæmis eins og með listamannalaunin þá eru það svona ákveðnir vildarmenn sem eru innan þeirra kreðsu og þrátt fyrir það að sé einhverja útlundunarnefndir sem að kjósa einhverjar aðra nefndir eða eitthvað þannig að þá er þetta rosalega mikið sama kreðsan og maður finnur lista elita sem er með blúsandi social capital skilurðu og er í einhverjum geggjum partíum með Ólafi Elías og Rassa Prömp og Katrín Jakobs og þú veist, við vitum þetta alveg skilur þú veist og já. En hvað ætlar að spyrja, sorry, með Nei, ég var bara farin á ákveðna hugleiðingu sko. Já, þú veist þannig gest, þú ert að segja að þetta sé kannski svona extreme angi, einhver sem er stærra en fólk átt að sjá eða Já, ég held að þetta sé eitthvað sem að sko hefur skapað það svigrúm sem við erum til þess að sjá í dag á Twitter Já þar sem að vakuum ákveðin svona andofsbylting til þess núna eins og þau vorum að tala byltingu áðan það er orðið byltingarkennt að vera bara mjög hægrisinnaður, sérstaklega menningarlega mér finnst það mjög áhugavert sko. Ég er búin að vera að bíða eftir því að hægri myndi vinna sem að við svo gerðum ég veit ekki alveg hvað mér finnst en að sigur en þú veist, mér er svona byltingamyndans og þú veist að ég held að sé ekkert eitthvað rosalega mikill þú veist, Reagan Economics hægri menn Nei, þetta er menningin sem er að einmitt, sem rísu upp í einhverju vakuumi eða sem gagnbylting þetta er svona gagnbylting í vók eða svona sem identity stjórnmálum og það sem ég held að þú myndir kannski kalla einhverju aumingjaveiningu allavega og þá verður eitthvað svona pirringur bara þú veist, það er engin þú veist, hlusta mig, það er ekkert representation þú veist, það er allir komnir í sömu eitthvað rúf orðræðuna eða eitthvað og falla inn í þú veist, og það er eitthvað svona veggi sem er búið að reisa, maður aldrei fara út fyrir þá búið að stimpla mann og bara, þú veist, má ekkert lengur og allt þetta skiluru og þá verður til, þú veist, á grassir er pirringur og, þú veist, svo bara springur lokið að pottunum og byrtist okkur allir eru bara að býta hvaðan kemur þessi öfga hópur og þú ert að segja, þú veist ég veit alveg hvað það búið í gangi, þið voru ekki að hlusta þetta segja eitthvað svoleiðis. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Það bil, já, þetta er alveg bara fínasta greining sko og það sem er meira er að líka sko að það gerist miklu náttúrulegra heldur en við gerum okkur grein fyrir að til dæmis að þegar að þú talar þessa veggi sem þú sem á aldrei stika frá að þessir veggir hafa líka verið færðir og þrengdir. Já, þú veist, ég tek fram að ég er ekki þarna en þú veist, ég er að skilja hvað þú tala sko. En ég held að þú veist, náttúrulega afleiðingin hefur verið að þú veist, eftir því sem að þessi veggir eru þrengdir út af því að við erum alltaf með einhverja nýja rosalega móðgaða mannesku sem er alltaf oftast náttúrulega móðguð fyrir hönd einhver annars hóps. Það er oft hannig sko. Hún er alltaf að færa til hennar vegg sko. Já.
einmitt. Nei, þú veist, ég má bara koma að greininni sem ég skrifaði, þú veist, ég skrifaði hana ensku fyrst og ég fór í bandarist skólakjör í Brussel og þú veist, svona jafn vígur að skrifa ensku og íslensku, þannig að þú veist, mér stótt betra einhvern veginn og hlusta hann alltaf öll þessi podcast á ensku, þannig ég skrifaði hann ensku og svo var hann Kolbeinn sem svona á vinstrinu svolítið, sem þú held ég hef fengið við Kolbeinn H. Stefánsson? Já. Hann pikkaði, ég posta hann bara bloggið mitt sem að ég, þú veist, held að er bara eitthvað svona er bara eitthvað sarpur fyrir mig til að henda eitthvað sem ég er að pæla í, bara eitthvað, stundum bara eitthvað alveg steipa og Hugbúnaðar skreif svona fyrir vinnuna mína bara í bland, bara auðmikið fólki sem er fylgjast með þessu sé bara eitthvað horfðara blogg á ensku og svo allt í einu eitthvað anti-woke og svo eitthvað íslensku og eitthvað svona, allavega hann pikkaði þetta upp og gaf mér eitthvað mega rós og bara eitthvað að við ættum að fylgjast betur með jökli vinstrinu, algjör perla, ég bara wow, bara hvar fann þetta blogg og þá ákvað ég að þýða það á íslensku og byrta á málgagninu sem er nýji miðlinn hjá okkur hjá sósíalistum og og ef ég fer bara aðeins í þú struktúrinn á þessari grein, ég er að reyna að búa til ætla mjög stikla á stóru skilur og þeir sem eru ósamalösu geta sagt bara betur hvernig getur við farið þessu í þetta en ég basically segi að í lok kalda stríðsins þegar Reagan og Thatcherismenn hafði unnið argumentið og við byggðum upp þú veist þessi samfélag svona meira og meira kringum það og einstaklingin og það framtak þá hafi komið kannski ákveðið þá reis upp í það umhverfi það sem að þú veist á ensku kallað PMC Professional Managerial Class eða sérfræðingastéttin hefur verið þýtt sem að var svona á milli auðvaldsins og verkafólks og að svo stétt sem að mitt á milli og alltaf orðin, þú veist, mjög stóru í Íslandi til dæmis, þú veist, að mjög margir sem að held ég geti identifæð, sem ég myndi segja til þeirri stétt, að það hafi verið til eitthvað svona díll að þau myndu einhvern veginn fá að leiða umræðuna og að kröfur verkafólksins þyrfti að, þú veist, þetta svolítið til hliðar vegna sem þau samramast ekki í raun og veru þessu systemi sem að Reagan og Thatcherismenn býr til, nýfrjálshyggja myndi sumir segja, en það væri hægt að hleypa svona pressunni af annars slagið með því að koma með svona táknræna sigra, svona hashtag sigra og að það væri þá kannski svolítið á forsendum þessarar svona millistjættar sem að fengi að leiða það og þetta er svolítið á forsendum auðvaldsins og fær ekki út fyrir það og þegar þetta er í ólangan tíma þá ágerist það sem þú veist að tala áðan sem er þú veist þessi pirringur sem að held ég komið svolítið frá verkastjættinni líka sem er mjög oft íhaldsamt fólk skilur, ég held að þú veist flokkur fólksins er kannski ágætist dæmi svona representation sem allt í hennu kemur á því fólki og að þetta er þetta kontekst sem ég er að útskýra kannski sölut sem að make a sense eitthvað fyrir mér allavega Kemur þetta þá í svona samfloti við Blairismann, svona Clintonismann svona þriðja leið svona, já, einmitt eins og þú segir sko að svona, jú, við svona höfum að fínt og að þeir sem að minna mega sín, þú veist, við getum svona kent þeim svolítið sjálfum sín eigin vandamál. Já, nákvæmlega, ég myndi segja það. Og þessi grein fór á flug og hún fer, þú veist, hún fór mest í taugarnar á krötum og svona fólk sem identifæri sem er að segja að woke sé bara vera nice, woke sé bara mannréttindabaráttu og ef maður er að gaggrina woke er nú verið forgangsröðuna myndi ég segja, þú veist ég er ekki að gaggrina það að sína samúð og að vera vakandi fyrir misrétti, ég er ekki að segja að það sé slæmt í sjálfu sér, ég er að segja að ef við ætlum bara að gangast við þú veist, pólitík og sigrum sem að fitta innan þessa heims og þessa heimsmyndar þá erum við að setja til hliðar stærstu baráttuna sem er stéttabaráttan og ef hún er komin til hliðar þá munu, þú veist, hvort sem umhverfið sinni eða frjáls Palestína þú veist, eða allir þessir, þú veist, bæði minnihluta hópar og minni baráttur munu ekki fá neitt framgang fyrir en að við förum í marxísku stéttagreininguna og náum stórum sigurum á breiðum grunni með verkalýðsfólki, með okkur liði sem í Bandaríkjunum joinaði MAGA og Trump, skilurðu ætlum við, og ég er svona strategíst að hugsa bara fyrir hönd vinstrinsins og reyna einhvern veginn allavega að starta samræðunum, ætlum við að leyfa því að gerast að fólk mun revolta tilbaka á þetta kerfi fólk sem er jafnvel íhaldsamt, skilurðu nennir ekki að setja sig inn í nýjustu leiðbeiningar frá Reykjavíkurborg hvernig maður halda barnaafmæli og allt þetta og finnst þetta pirrandi og þessi boðháttu pirrandi
ég held að á endanum mun þetta fólk fara í, þú veist, íhaldsam öfl, skilurðu, sem eru makamegin, skilurðu, og Trump-megin og að vinstri verði að hafa einhverja úrlausn á þessu til að ná til þess að fólks vegna þess að þetta er svo margir kjósendur. Það er ekki að vinna neina kosningasegra án þess að finna grundvöll að samstarfi með þessu fólki og ég held að við séum á svona á hnífsoddunum núna í samfélaginu. Ætlar vinstri að gera eitthvað í þessu, ætlar að ná vopnum okkur að vinna þess að sigra eða ekki og þetta er held í leiðin til þess að gera það og ég tók eftir, þú veist, Sólveig unnið viðtal og varst bara hvaða flokk myndir þú joina? Hún bara ég er ekkert að joina þetta flokk og þú bara eitthvað, ok, það væri eitthvað flokkur hún endaði að segja flokkur fólksins og ég held að sé vegna þess að hún er í svo nánu, þú veist, samtali við fólki sem ég er að tala skilur það sem hægt er að vinna kosningasegra það sem hún er búin að vinna segra og ég bara mér finnst það bara að vera svo urgent við verðum að gera eitthvað í þessu sko. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona er þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og segið þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú er tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Já, hún talaði minnir hún heiti Jane McAlevey sem að hefur einmitt verið, hún fjall frá, ég einmitt kynnti mér hann aðeins í aðdraganda viðtalið sem ég tók við Sólveigu og þar var hún einmitt að tala það að það væri svo mikið sko í þessari fórnarlambsvæðingu þá einhvern veginn náður að sannfæra fólk það að væri bara fórnarlamb. Já. Það væri ekkert sem hún getur gert sjálf en hún bara, ég vil vera í kringu fólk sem er að fara að vinna sko. Já, við erum að fara að vinna hérna. Einmitt. Það er alveg einhvern veginn farið frá vinstrinu sko. Það er bara alltaf já, það er allir svo ótrúlega vondir við okkur og þetta er allt svo ömurlegt. Já. Og út af því að þú talaði líka sko hvaða væri í rauninni rist grunnt í öll málefnin þá datt mér í hug til dæmis þegar ég var að tala að hatursorðræða væri hugtak sem að myndi koma til með að verða ósjálfbært í allri almennri umræðu og sagði að hatursorðræða væri ekki til út af því að fólk var einfaldlega með sína eigin skilgreiningu á því hvað hún væri hverju sinni og það hugtak væri jafnvel hreyfanlegt eftir því hvaða hóp ræddi þannig að ég sagði bara þetta hugtak er bara ekki til þetta er bara eitthvað hugtak sem allir eru með mismunandi skoðunar á svona steinbill sem þetta er eitthvað svona spjald sem þetta er að draga bara gult spjald, rautt spjald og bara svona kaffæra umræðan í eitthvað svona já og svona skamma eitthvað með því að segja bara þetta er þetta og Akkurat, og þá einmitt sko út af því að þú varst að tala svona hugsa strategíst sko, mér finnst mjög gaman að lesa leikjafræði og pæli mjög mikið og ég pæli eiginlega flestum hlutum út frá leikjafræði og þá var ég einmitt að taka viðtölu fólk sem að var að segja við mig að bara hatursorðræða væri eitthvað bara sem að ég ætti vissulega að vera að bera virðingu fyrir og þetta virðing er eitthvað svona hugtak sem við notum líka og alltaf þegar ég tók þessi viðtöl þá var ég, þú veist, eins og ég myndi að segja Gandalf þegar hann er að fletta í öllu gömlu ritunum og eitthvað þannig og ég var bara virkilega að pæli bara, þú veist, er ég einhverja gloppur í þessu og svo fekk ég fólki viðtöl og þau bara, nei, þetta er bara að vera næs enginn í rauninu grundvöllur ekkert að reyna að rista neitt djúpt ekkert að reyna að sjá til þess að þú hefur sigur úr bítum, það er bara það dugir mig bara að mæta og segja bara bara vók er að vera næs hatursorðræði er bara, þú veist, nýtt er að ég segja hún eigi að vera nýtt og yfir það hópa sem að henda mér hverju sinni og það er bara dýr þannig að það hvaða debat þetta tala þarna? Svona? Ég ætla ekki að fara að nefna Nei, ég meina bara á hvaða hatursorðræði í rauninni, þú veist hvort þetta þýði eitthvað eða ekki Nei, í rauninni, þú veist, hvort að hatursorðræða sé vel til þess fallin að bæta umræður til dæmis útlendingamál að þegar þú tala útlendingamál eins og með Sverri Helga svo ég nefni líka það viðtal aftur að þegar ég ræða við hann útlendingamálin hann er ekki að segja neitt rangt í sjálfu sér varðar ýmis álitamál sem er varðar menningarlegan mun og erfið mál hælisleitendur og vinstri segir bara, já nei, það er bara engin vandamál þetta er bara ekkert mál og þeir þurfu bara að sagt eitthvað við þetta Já, ég menn þú ert með þetta spektrum, þú ert með open borders fólkið skilurðu, og svo ertu með hardcore fólk sem er, þú veist rasistar á Twitter
sem eru bara undir dulnefnum og eru greinilega Íslendingar og allt þar á milli. Já. Ég held að í þessum málum er ykkur nuance is the new N-word. Mér stókslega gott. Bara það þarf nuance í þetta samtal. Ég held að það sé einmitt þessu þurfi. Það tvennt, það þarf nuance. Það þarf að embracea það, að það nuansar þessu. En það þarf líka að tala frá stöðu þar sem þú ert með fólk á bakvið þig og þú ert að representa, þú veist, ekki eitthvað diplo viewpoint sem þú ert að sjóða saman til þess að þóknast öllum og þarft að hafa, þú veist, eins og Flokkur fólksins er með sína kjósendur á bakvið sig og þau þurfa að teflas fram, þú veist, sinni, þú veist, þau eru alltaf í flokknu ríkisstjórnarsamstarfi núna, skilurðu, það er kannski aðeins besides the point, en bara aftur, þú veist, að Eflingu, skilurðu, sem ég fylgist bara mikið með. Bara þegar að Sölvi Annar að segja eitthvað radikal sem að fer öfugt onni í miðjuna og kratana og eitthvað svona, þá bara kemur hún og doblar down vegna þess að hún er í svo nánu samtali við fólkið sitt og hún segir bara fólkið í Eflingu, það er bara fullt af ílsum með fólkið þar, bara, og ef þau myndir heyra það sem þeir að segja og þau eru útlendingarnir sem við erum að tala hérna, skilurðu, þá bara verður þau örugglega í sjokki og svo segir hún eitthvað það sem að maður er bara lengi að einhvern veginn kannski meðtaka það og svo fattar maður bara, þú veist, hún er með einhvern veginn bakvið sig, skilur, hún er að tala um þessa hluti af, ekki bara þekkingu heldur af, þú veist, af stað þar sem hún er með backing þessa fólks, skilur. Með viktina. Já. Ég held að það sé, þú veist, þú þetta fara í það alltaf. Já. Ég hef sagt áðurinn að, þú veist, ég meina, prófa að tala við útlendinga útlendingamál, sko. Nákvæmlega. Og ég hef gert þetta, ég hef með mikið... Núansinn er þar. Þú veist, ef maður tala við Pólverja fólk frá Albaníu, þeir eru með svakalega skoðanir. Þú tala við fólk frá Suður Ameríku Palestínumenn. Já. Þeir eru bara að segja allir bara, ef þú kýst ekki í miðflokkin, þá verði ég alveg brjálaður. Þeir eru kannski ekki með atkvæðisrétt, en þeir vilja vera hérna. Já, einmitt. Þú veist, en þeir sko eru bara, þeir verða að koma öllu þessu hiski út úr landi, sko. Þetta fyndi ég, var ekkert hérna að tala við strákana sem eiga Kaffi Vest, þarna Gísli Marteinn og Pétur, þetta eru vinir mínir, sko. Eða, þú veist, þetta eru félagi mín, ég var að skrifstofna aðrið hæðin ekkert mann. Og þú veist, það var svo fyndið, það eru bara, þeir eru svona, þú veist, réttstæðir, skilurðu, Gísli Marteinn vikan, sem er bæði ógeðslega fyndið dæmi vegna þess að, þú veist, fólk sem horfir á Gísli Marteinn vikuna og mætir þar er bara, þetta er þverskurðurinn, þessi sófi hérna, það er þverskurðurinn og þetta er reinforcing og allir í salnum að klappa undir öllum þessum woke bröndurum hjá Gísla Marteini, skilur hann tala alltaf um Snorra Másson í þessu stand-up biti, skilur hann sem er að fara í frétti vikunar og eitthvað svona og svo séu kommentakerfið þegar Rú er að posta Facebook nýjasta þættinum og það er bara öfugt, bara 90% af fólki hatar þetta eitthvað, þú veist, og þetta er svo fyndið hvernig þessi mengi er einhvern veginn bara ekki alveg að nema hvort annað en þarna, já með Kaffi Vest það var bara, þú veist, það er Eflingatextin í eldhúsið þar og það var eitthvað svona samtal um þetta, skilur bara þetta svimaði hvað þetta voru íhaldsamar skoðanir, skilur og þetta er þessi hljóðmynd sem við erum að tala um hérna, skilur þú veist, það þarf eitthvað neginn að finna eitthvað grundvöld til að tala um öll þessi mál, skilur og ekki að eitthvað hræstni eða eitthvað svona einhverjum tilbúningi þar sem að maður er með eitthvað gett dipló réttstæða skoðun, þú veist, þetta á ekki að snúast um það. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er reynd út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betur. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Við þurfum að leiða þessi mál áfram, skilur en ég held að ef við talum, þú veist, útlendingamálin út frá sjónarmiði stéttgreiningar, skilur sem að ég tel að vinstri ætti tafla að vera fram, þá alltaf er bara benda á það að þú veist, erlend vinnuafl má ekki bara vera á forsendum, þú veist, þetta sé bara aðgangur eitthvað ákveðin að geira sem á að byggja upp bara okkur ljósræðina heima, það er bara, þú veist, ótakmarkan aðgang að hvaða vinnuafli sem er. Svo bara, þú veist, eitthvað kompás eða kastlastáttur eða eitthvað rúf sem er bara sína bara, þú veist, vændi, þú veist, á okkur naglastofum og þú veist, að bara missa algjörlega tökin að þessu vegna þess að þetta var allt fólk sem fekk, þú veist, sóttu sem sérfræðingar á Íslandi. Bara búið að missa tökin á þessu. Þú veist,
þetta er ekki að loka landamærunum, þetta er náttúrulega bara að hafa betri stjórn á þessu skilur og hafa betri þannig að hluti rými við þú veist, kröfur verkefliðshreyfingarinnar þú veist að þeirra kröfur komi inn í þetta allt saman skilur, hver eru skilyrði verkafólksins, hvað getur tekið á móti mörgum sem vilja vinna hérna löglega að því gefnu að þú veist aðstæður séu í lagi. Líka sko annað sem náttúrulega risastór þáttur í þessu sem að mér finnst svona, allavega ef við tölum vinstir á Íslandi ekki hafa gengist við út af því að þú talar skilurðu allar þessa helgarsinni sem eru svona réttstæðir. Já. Að það náttúrulega það að stéttabaráttu fer ekki vel með miklum innflutningi á láglauna fólki. Nei, það sem ég að segja sko. Já, akkurat. Ég var bara svona að þú veist, hvað að segja, benda kastljósinu á nákvæmlega þennan punkt og þegar til dæmis eins og César Chávez sem var náttúrulega svona helsti baráttumaður Bandaríkjanna og náttúrulega hafði mikil áhrif út fyrir Bandaríkin í sinni stéttabaráttu var náttúrulega rosalega mikið á móti miklum innflutningi ólöglegs vinnuafls út af því að það gerði í rauninni kapitalistunum svo ótrúlega auðvelt að minnka framleiðslukostnað og draga til sín meira fé. Þessi umræða hefur ekkert átt sér stað á Íslandi út af því að núna náttúrulega eins og þegar Snorri Másson að tala málið og að tala innflutning flóks og að tala menningarlega mun að þá í samfloti við þetta þá væri alveg eðlilegar umræður líka að tala það að þegar það kemur mikið af fólki og frá 2012 hefur þetta farið úr 20.000 í 70.000 eða eitthvað, þetta er alveg ótrúlegar breytingar að þá náttúrulega hefur þetta líka áhrif á kjör launafólks og í rauninni minnkar vægi fólks við við kjaraborði sko. Nei, nákvæmlega, það er áhrifin sem að koma svo í kjölfarið á ef þetta er svona massa innflutningur á vinnuafli til þess að styðja ákveðnar atvinnugreinar þá er það, þú veist, orðin kannski þeim mun erfiðari slagur fyrir verkefliðsfélög vegna þess að þetta fólk fær ekki kosningar eftir alþingiskosningum heldur, þannig að það er ekki eins og þau séu með, þú veist, þannig að þá er eitthvað sem er ekki að fara að virka held ég sko en sko við zoomum aðeins líka út og horfum, þú veist, alþjóðlega á þetta þá náttúrulega þarf að vera þú veist, últimilli væri náttúrulega best að það væri samstarf milli ríkja að bara analysera, þú veist, af hverju er svona mikil þörf, eða þú veist, hvaðan kemur þörfin á að, þú veist, flytja svona mikið milli landa, þú veist, að rífa upp rætur og fara til annars lands er, þú veist, líka major dæmi sem er alltaf að skoða það líka þú veist, af hverju komin í bara óstöðuleika í heiminum og heimsins já, nákvæmlega þú veist, nákvæmlega þú veist, ég held að það þurfi líka að vera greiningin þar, skilur, ég er ekki að segja Ísland geti gert eitthvað kraftaverk á því sviði en þú veist, ef það er eitthvað hlutir eins og Evrópusambandið eða UN eða eitthvað svona intrafederal, þú veist, samstarf skilur þá þetta er partur af því, ekki bara þú veist, eitthvað, hvernig getum við leyft alþjóðlegum fyrirtækjum að fela hagnað bara sem víðast heiminn, skilur þú veist, þannig að agenda fyrir alþjóðlegt samstarf má ekki vera bara fyrir kapital, heldur það líka vera fyrir verkafólk og ég sé, I don't see anything along those lines. Nei, þannig erum við komnir svolítið á skjön, sko, loksins eftir 38 mínútur hérna sko, þannig erum við alveg hróplega ósammála, sko, eða ég veit ekki hvort þessi ósammála jú, ég er ósammála, mér finnst þetta ekki fýsilegur veruleiki, ég tel að þetta sé mjög vondur veruleiki sem að þú ert að lýsa það sem ef við værum með eitthvað svona alþjóða batteri sem að væri einhvern veginn að sjá til þess að allir væru að fá jafnt skipt, sko. Ég kannski ekki alveg þetta, nei, ég kannski ekki alveg þar, sko. Nei, ok, þá er ég kannski að miskildi. En ég eftir á móti til bara að nálægðarreglan sé nauðsynlega forsenda fyrir farsælu samfélagi. Ég held að við munum aldrei koma til með, jafnvel ef við bara horfum til Evrópu, að við munum á Íslandi aldrei horfa til þess að okkar gildi séu það samofin að við viljum lúta sameiginlegu regluverki þrátt fyrir það við gerum það náttúrulega einhverju leyti gegn EES en það að allar sko ákvarðanir og við séum bara getum lagt niður alþingi og getum haft einhver svona bara andlislausa aðila í Brussel að sjá öll okkar mál og höfum engan málsvara. Ég held að það sé eitthvað sem að bæði er ekki fýsilegt en líka er bara algjörlega útópískt. Já. Nei, ég kannski bara benda á að
ef það alþjóðlegt samstarf þá má það ekki bara vera forsendum auðvaldsins, þá þurfum líka að skoða heildarpakkann og líka að fólk sé að reyna að spyrna tilbaka kaosin sem myndast í, þú veist, ef þau eru loftslagsflóttamenn eða, þú veist, ekki hvað það sem að, þú veist, einhver heimsvaldastofnun í Bandaríkjunum sem að, þú veist, viðskiptahindranir Venesúela og allt í Ísland búin að taka á móti, þú veist, ekki hvað mörgum frá Venesúela, ég veit ekki, þú veist, þá, þú veist, ef við bara rekjum bara alla leið tilbaka, skilur, af hverju var þetta fólk að ríða upp rætur og flytja, kannski bara samtalið, skilur, ég ekki að segja að sé að steypa öllu saman í saman mót, sko, en þú veist, ég bæði við, þú veist, hvað heitir það, federalisti eða fullveldis sinni einhver leiti, þú veist, ég anti-evru, þú veist, ég anti-Evrópusambandið, allt þetta, sko, þannig að við erum örgulega sem við séu þar, sko. Að kaupa eða selja húsnæði ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. En hvernig horfirðu samt á þetta? Því að mín helsta andstæðan gegn wokinni hefur verið að ég hef svo mikla trú á fólki. Að ég alltaf bara, þú veist, mér veist að fólk eigi að vera fyrst og fremst einstaklingar og eigi að berjast fyrir sínum hagsmunum. Jú, það má auðvitað sjálfsögðu og á að vera í gegnum einhvern slagkraft samtakamáttar, en þegar við erum farin að tala svona stjórnvöld og annað, að þá þykir mér alltaf mjög varhugavert þegar fólk farið einhvern veginn út að ég pæli mjög mikið í ofríki meirihlutans. Að einhver meirihluta ákvörðin einhvern veginn geta skert einstaklingsfrelsi út af því að það lýðræðislegt hvort að ég eigi að fá að taka ákvörðunum mitt eigið líf. Einmitt. Og þannig erum við svona, held ég, helst á skjön við, allavega að mínu leyti til, sko, á skjön við vinstrið, ekki út af því að ég til bara að þeir sem til þess að vinna mikið eigi bara að fá sem mest í sin eigin vasa. Já. Að mér veist þjónustan til dæmis hjá hinu opinbera ekki vera nægilega góð og það af náttúrulegum orsökum þess að það mjög erfitt að skapa hvata innan hins opinbera til þess að fólk standi sér betur og þess vegna opinber þjónusta verri heldur en einkarekin þjónusta. Hvernig horfirðu svona á þetta, þú veist, út af því að þú talar mjög mikið gegn wokinu, talar gegn svona þessari fórnarlamsvæðingu, talar fyrir sterkum einstaklingum sem að nota samtakakraftin til þess að í rauninni beygja svolítið þá sem að eiga vinnutækin í duftið til þess að krefjast betri kjara. En hvernig horfir á þetta svona í heild sinni? Þú veist, ertu að einhverju leyti í svona einstaklingssinni? Horfir á þetta þannig til þess að þeir sem eru að vinna hjá Eflingu við það að sinna mikilli vinnu eigi að fá sem mest og henni sinna eigin vasa og svona, kannski það sem ég að spyrja svona, þú veist, hlutverk hins opinbera. Þú veist, hversu mikið til þess að eiga skattar að vera? Þú veist, ertu svona sósíalisti sem mikið að berjast fyrir því að fólk fá sem mest í sin eigin vasa og að geta krafist betri kjara þá beint til þess sem að greiða laun eða ertu líka svona og þið opinbera á að sinna mikilli þjónustu? Já, þú veist, ég svona sundlaugar sinni, mér finnst sundlaugar sem svona þú veist, ég horfi bara á, þú veist, litla og stóra sigra þar sem við höfum búið til, þú veist, menningunni kringum eitthvað sem allir njóta góðs af. Þú veist, ég svona almenningssundlaugar sinni og ekki að við séum fullt af einbýlishúsum með sinni eigin sundlaugar sem aldrei notaðar. Þú veist, að nýtingin svo miklu betri, þú veist, centralizationið svo beautiful þegar það gengur upp. Ég hef meiri trú á því, heldur en þú, og ég bara í framkvæmdum að taka dren og svo þarf að, þú veist, einhvern veginn lækka eitthvað ljósleðara niður fyrir eitthvað svona skurð á veggnum og ég hringi í ljós, eða hvað þetta heitir, ljósnet eða ljósbox eða eitthvað, bara þið það að koma og þeir koma og lækka þetta, svo tek ég eftir að það líka míla og ég þarf líka hringi mílu og þeir þurfa líka að lækka, ég bara it blows my mind hvað mikið af bara óskil virku dóti vegna þess að vera að búa til svona plat duopolies og plat samkeppni og orkumarkaðurinn bara
disaster, þetta orkupakka dót allt, skilurðu ég er inn í orkan okkar Facebook-hópnum bara út af því og mér hefst samanræðna þar vera pínu steiktar oft, skilurðu, ég er ekkert eitthvað heitur orkan okkar, en ég bara, mér finnst Ísland sem er svo lítið land, bara við höfum ekki efni á að vera búið til plattsamkeppni, við verðum bara að horfstu auðvitað það, sko og við þurfum bara embrace efficiency, þú veist, ég er að sko Kína mig mikið, skilurðu, ég veit ekki með það alveg bara það er unbelievable hvað þetta, þú veist, þeir eru með bara markmið þjóðframleiðslu og þeir reikna tilbaka, bara horfa bara á héruð sem eru öll bara með svona shovel ready verkefni, bara eitthvað brú bara, þú veist, eitthvað ný lestastöð og þeir geta bara búið til þjóðframleiðslu, skilur með þessu og þetta eru innviði sem að það er ekki eitthvað gjaldtaka, skilur, þú veist, þeir eru bara að sína hvað hægt er að gera, held ég og ég held að Ísland grætti bara að fara bara taka bara mjög stór metnaðfullt skref í þessa átt, sko sérstaklega ætlum að leysa ykkur stór vandamál, bara eins og loftslagsvandan eða eitthvað svoleiðis, þá bara erum við aldrei að fara að bíða eftir að, bara með fullri virðingu að Davíð Helga eða ykkur svona vísígaurar, ég veist ég mjög djúpur í, þú veist, sprota samfélaginu bara, þeir eru ekki að fara að leysa þetta, skilur, bara don't get your hopes up að ykkur gaurar séu að fara að bjarga heiminum, þú veist, við þurfum að gera þetta sjálf, sko. Þú vilt, já, þú vilt ekki að hólan í veginum á götunni sé sett í nefnd og lýðræðislega tekin ákvörðun, þú vilt bara að sé bara doers. Já. Hvernig horfir þá lýðræði? Ég er smá það, sko. Því að þú veist, ég meina, ef þú ert aðdandi Kína, þú veist, jú, þeir eru með einhver svona nálægðar stjórnvöld sem eru með einhver svona, einhverja ákvarðana töku í því að svona, eins og þú segir, skilur, með stór verkefni að bara flokkurinn, Xi Jinping bara verkfræðingar, þetta er ekki lögfræðingar, þetta er verkfræðingar. Já, en ég sko, þú veist, ástæðan fyrir til dæmis ég held að Kína, ég held að þeir til dæmis munu lenda í stórkostlegum vandræðum að varðar fæðingatíðni núna eftir ekki svo langa tíma þeir sko Peter Sagan talaði það að allavega fyrir árið 2100 þá var það komin í 600 milljónir en að sú tala geti jafnvel verið nær 2050 einfallega út af demografíu bæði varðar ungar konur og líka bara varðar allt sem að gerast hana ég held að sko efnahagslegt frelsi og pólitískt frelsi séum samofin fyrirbæri svolítið svona eins og Milton Friedman talaði og að ég held að ástæðan fyrir þessari stórkostlega lækkuðu fæðingatíðni sem að jafnvel skjöl hafa bent á að sé ennþá lægri heldur en að opinber gögn sína fram á sé út af því að þegar þú ert með svona framtakssemi hjá hinn opinbera að þá bælir það niður alla framtakssemi einstaklingsins. Jú, þú ert með einhverjar svona rosalega virkjanir og ég menna það bara lestastöðu, já, herðu, hún verður komin bara eftir helgi. En aftur á móti að ástæðan fyrir því að ég held að lýðræði svona er betra. Svona human spiritu þarf að víkja fyrir Já, þessari verkfræði skilurðu hugsjón. Ég held að það sé sko til lengri tíma eitthvað sem að mun verða Kína að falli. Já. Út af því að ef þeir fara inn í 600 milljónir og að í rauninni sko fæðingapíramídin verður orðin svona þar sem hann, þú veist, hann er rauninni bara öfugur. Er þetta eitthvað yktari líð þróun heldur en annars staðar í Kína? Já, hún er það sko. Það er svona meira svona mun falla hraðar heldur en okkur, við erum að ganga gegn það sama sko. Já, við erum að gegn það sama sko og það gerist bara svo rosalega hratt sko. Hjá Kína þá var það náttúrulega rosalega mikið fólk sem var að fjölga sér og til árið 1990 síðan var árið 90 hvort það var hérna One Child Policy sem var afnuminn af Xi Jinping ef ég myndi rétt og eftir það þá hefur samt ekki verið hægt að kveikja neistan, bókstaflega. Það skipti ekki máli að afnema það var bara lífsgæðin voru það góð að fólk var sjálft komið inn í. Og ég held að þessi framleiðslugeta og þessi svakalegi framtaksmáttur hafi borið þann fórnarkostnað að, einmitt eins og þú talar svona human spirit hafi sloknað.
Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. En það alltaf löng röð af alls konar Kína sérfræðingum sem að hafa aldrei komið til Kína og eru búin að vera að spá í... Ég ekki Kína sérfræðingur. Nei, en þú veist, það bara mjög margir búin að vera að spá svo ógeðslega mörg ári röð núna, bara að Kína sé við það að einhvern veginn hrynja og skuldabólinn sé að fara að springa og það sem ég magnað er fasteignafélögin, þú veist, það var komin Ghost Towns og þetta dót. Já, það var búin að byggja svo mikið og þau voru svo skuldsett þessi Evergrande eða hvað heitir þessi félög sko, og það var tekin ákvörðun miðlæg ákvörðun að diffjúsa þessa sprengju með því að setja þessi félög á hausinn og þú veist skalinn á þessu, hvernig þeir svona ná að bara þetta er áhugur samburð 2008 sem að árætur að reykja í fasteignabóluna í Bandaríkjunum, bara hvernig annar stór kostu við að hafa þetta centralized er þú veist að þú getur tekið, þú veist, miðlægar ákvarðanir að diffjúsa til dæmis svona dót og leyfa því að einhvern veginn fara í snirtilegri svona mjúka lendingu heldur en að vera ekki að verðinum og vera ekki að fylgjast með og allt í einu búið að búa til einhverja skrýtna skuldabréfa pakka sem að springa á sig endalda öllum og draga allt kerfið niður, þú veist, í einu. Já. Og ég held að fólk sé ekki átt þess á, þú veist, hvað þetta er raun og veru að ganga vel í Kína, sko. Nei, félagi minn var að koma að hann fyrir ekki svo löngu, sko, og fyrsta sem hann sagði við mig, hann mætti hann á flugvöllinn og hann alltaf eitthvað fáránlega flott hækkun út allt og hann sagði orðrétt, are we the pores? Já. Þá var hann að tala það, að búið samfara okkur að Kína sé bara að vera að bæla allt niður og allt umulegt, en svo bara, það að lifa miklu betur en við. Og ég fikk líka svona matarást á Kína, bara fór að tjekka kínversku veitingastöðunum minni heima og bara matinn þar og ég bara, ég veit ekki, maður ekki þegar við vorum yngri skilur, bara eitthvað kínversku matur er bara eitthvað svona sem er búið að breyta í bandarískan mat og matur í Kína á að vera allir eitthvað svona slepjulegur eða eitthvað, eða vondur eða eitthvað. Panda Express, já, en svo bara eftir að hafa mjög mikil matarkall sko og bara fara að elda kínverska mat og borða kínverska mat, bara mind blown sko. Ég þannig með indverskan, ég mikil latandi, ég heldur reyndar að Indland verði næsta stórveldi. Ok. Út af því að þeir eru, ég held að það er svo góða mat. Þeir eru með frábæran mat, það verður ekki tekið að þeim, en líka bara út af því að þú veist, þeir eru með mannaflskraft og þá er ég ekki að tala mannafla bara, þetta er svona krafturinn sem er í þeim mannafla, er alveg gríðarlegur og þeir eru ekki að takast á við sem er vandræði er varðar fæðingartíðni og ég held að þeir gerir sig grein fyrir þessu, en það er bara eins og með allt annað, þá verður þetta rosalega erfitt að takast á við þetta, en svo höldum okkur aðeins við Kína og centralized, því að sko hvernig horfir þú veist, hver er svona þín heimspekilega nálgun gagnvart valdi, til dæmis út af því að ef við tökum svona yfirfærum þennan kínverska veruleika svolítið yfir á það sem er að gerast í Kína, að ef að sjálfstæðisflokkurinn væri allir bara með völd og þeir væri bara með öll völdin, væri það eitthvað sem að, þú veist, ef það væri rosalega mikið framtakssemi og væri rosalega gott og það væri gott að búa hérna og tæknin væri góð og fleira, væri þú það bara, já, ég vil bara ég held sko, þú veist, að sjálfstæðisflokkurinn sé bara hið rétta vald sko. Já, ég held að, þú veist að tala svona einn flokkur, þú veist, hvað er aðhaldið og hvað er ég held sko að fólk eftir að ég kynnti mér Kína þá kom í ljós að það er svona teiknimynda útgáfa sem er propagandæst á Vesturlöndum af allavega Kína, mögulega fleiri löndum sem að ég þóri ekki að nefna einu sinni, en að það sé svona þessi teiknimynda útgáfa af þessum totalitarian samfélagsmynstur og kommunistaflokkurinn í Kína er með mörg þrep af lýðræðis aðkomu og
og það aðhald innan flokksins og checks and balances þar og það ratar, þú veist, agenda smíðað í kringum, þú veist, input sem kemur frá, þú veist, almenningi inn í sveitafélög, inn í héruð og ratar svo á toppinn og svo það auðvitað fullt að sentralast ákvarðanum en það byggja á inputi frá almenningi í Kína. Þannig að það að búa til aðhald og ég held að við séum að miklu marki heilaþvegin af svona the one and only way á Vesturlöndum. En þú getur ekki kosið Xi Jinping út, skilur? Nei. Það munur. Nákvæmlega, það munur. En það spurning, þú veist, facts speak for themselves, þú veist, hvað hefur gengið vel. En sem myndi segja að þetta sé bara klukka sem að tikka, það mun koma að því að, þú veist, vitlaus gæi tekur við völdum og valdasýkin mun stíga þeim aðalega til höfuðs og hann mun hafa, þú veist, tæki og tól til þess að slökkva á aðkomu almennings að flokknum og að öll svona kerfi eru dæmd til þess að, þú veist, rotna að innan að lokum og að við munum, þú veist, ég skil lógíkina og retoríkina bak við það, sko, og ég er með meðvitað það og ég miklu hrifnari af, þú veist, kerfinu sem við höfum á Íslandi, en ég er með miklu opnari hug fyrir að það sé ekki eitthvað eitt kerfi sem að bara alltaf að fara að vera að virka best, heldur sé hægt að bara það sé kerfi bara að þú veist að það sé bara á öllum stigum, bara það að fólk sé að ganga í takt eftir einhverju kerfi og að væntingarnar séu stiltar af og að aðkoma svona þessi human spirit sem þú veist tala áðan, að það sé eitthvað staður alltaf fyrir það, skilur, fyrir frumkvöðlin og fyrir að hann fungeri, þú veist, það er brjálað frumkvöðlastarf í Kína, skilur, það ekki svo það vanti, þannig allir sem eru kapitalistar og eru hughrifnir af, þú veist, hvort sem eru Elon Musk eða eitthvað svoleiðis, þú veist, það eru flottari Elon Muskar í Kína, skilur, sem eru að gera nákvæmlega sem eru að gera flottari bíla núna, skilur, hann að þú veist, við þurfum aðeins að opna auga okkar fyrir því að við erum í svona multipolar heimi, svona fjölpóla heimi, þar sem að við þar sem eru mörg kerfi sem að eru kannski virka vel og markmið ekki að vera í endalausum deilum hvað kerfið er best, heldur að bara virðingu fyrir að þjóðir eru mjög ólíkar og byggja á mismunandi grunnum, menningarlega og sögulega og að Kína er svo brálsa stórt land, skilurðu, þú veist að markmið okkar er ekki að slandera, þú veist, allt sem Kína er að gera og gera allt China bad til þess að einhvern veginn að þetta er eitthvað svona ógn sem stæðir að vegna þess að þetta fylgir ekki sama kerfi, miklu frekar að snúa sig við og læra af þeim hvað það er að gera, vera í samstarfi við þau, skilurðu. Hlaðvarpið er í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Ég er endar sko, í samvændi við án þess að vilja flytja allt inn frá Kína og alla hugsun, skilur, það meikar engan sens, við þurfum að finna upp bara hvað er Ísland, skilur, hvernig viljum við hafa þetta, við byggjum á ákveðnum grunni. Ég er endar, sko, ég hugsa þetta alltaf út frá því, ég er rosalega mikill Patrick Henry maður, bara give me liberty or give me death. Já. Mér er alveg sama allt dótið, svo lengi sem ég hafi frelsi. Já. Ég er ekkert eitthvað svakalega spenntur fyrir einhverjum tækninýjungum í bílum eða eitthvað þannig, ég vil bara halda með einstaklingsfrelsi og málfrelsi og vera látin í friði. Ég skil þig. Sko, og ég hugsa alltaf til og það sem að einmitt út af að tala þessar tækninýjungar og fleira. En þú veist, þú meina bara samfélagið sett saman af fólki sem er frjálst og þau self-organisa í allan stöðningi sem þarf. Já, einhverju leyti í mörgum tilvikum, sko, en ég er ekkert endilega að horfa á þetta út frá svona samfélagslegum svona heimspeki. Þetta er svona þín speki. Mín speki. Já, ég skil hvað það fara. En með sko tæknina þá, það er mér talað svona í stjórnmálafræðinni að þú hefur ákveðina, sko vald er tvíþætt, það er sko hversu mikið vald þú hefur og talað svona power and authority í á ensku og ég veit ekki alveg hvernig ég myndi íslenska framtaksgeta og vald, en að til dæmis árið 1800 þá voru kóngar með bara alræðisvald.
bara gátu gert bara hvað sem og það var enginn að fara að spyrja en þeir voru með miklu minni getu til þess að framfylgja því það var miklu erfiðara fyrir það út af því að þeir voru bara með svona hermenn, það var engin talskipti eða eitthvað þannig sanna skattunum með því að bara labba heim til fólks nákvæmlega þetta var ekki mjög svona efficient nákvæmlega og þeir hefðu, þú veist, rosalega mikið vald svona alræði, en þeir gátu kannski ekki endilega framfylgt í en núna erum við rauninni með dreifstýrðara vald, það ekki mikið alræði í þeim sem að taka við öllum til þess að Íslandi en geta þeirra til þess að framfylgja sínu valdi hann miklu meiri og núna eftir því sem að, og mér finnst það svolítið áhugavert þegar maður að hugsa vald í dag að þá miklu minna hugað að þessum tækninýjungum sem að getur rauninni bara beitt sér þannig að þau ráða hvað þið finnst með því að búa til eitthvað ákveðið á samfélagsmiðlum var til þess að ræða þetta í morgun að flestir hægri menn eru bara rosalega mikið Ísraelsmegin í lífinu og algrími þeirra byggir á því að sjá myndbönd frá 7. október, sjá einhverja múslima í Malmö hrækja á einhvern gyðing sem eitthvað látið mig í friði, skilurðu, og fleira þar fram eftir götunum meðan vinstrið að sjá bara dauðbörn og einhver hryllileg myndbönd og einhver Ísraelsmenn að öskra á einhverja múslima. Og enginn fær sannleikann. Nei, og enginn einhvern veginn, skilurðu, bara, þú veist, það allir, og svo bara, þú veist, allir í eðlilegum viðbrögðum við því sem að gerast í samanburði, eða í samhengi við það sem þau eru að sjá, að þá, þú veist, að sjálfsögður að hægri menn bara segja, heyrðu, þetta eru bara einhverjir palestínmenn sem eru búin að, þú veist, kalla þetta yfir sjálfa sig, eru að eyðileggja samfélag hvert sem þeir koma, á meðan hinn eru að sjá bara, heyrðu, það bara að vera að kála börnum og það verið að gera þetta og þá bara sjálfsögðu viðbragðið bara, heyrðu, þú ert fáiði. Já, nákvæmlega. Mér finnst, þú veist, og ég ekki bara ég sammála þessu, þetta það sem er að gerast. Já, en út af því að við erum að tala vald. Mér finnst þetta svolítið svona, þú veist, það svo mikil geta til þess að framfylgja alls konar valdi og getur reynir bara að setja þess að fólki finnist ákveðinir hlutir bara dagsdaglega. Þá kannski þarft ekkert miðstýrt vald til þess að þetta bara hafa gríðarlega áhrif sko. Og jafnvel í þessu dreifstýrða valdi að þá bara erum við svolítið skrýtnum stað þeir var það bara svona valdi yfir fólki sko. Út á tæknigetunni. Nei, nákvæmlega sko. Já, algjörlega. Við þetta byrja saman við, þú veist að segja, þú veist, tökum Kína sem dæmi, þú veist, það gríðlega geta þar til að stýra narratífunni og móta skoðanir fólks til dæmis. Bæði, og líka ég veit ekki eins og hvort hún sé eitthvað mikið minni Nei, einmitt. Út af bara öllum þessum tækninýjungum sko. Já. Það að setja í samhengi við bara, við horfum ekkert á valdið út frá þessum tækninýjungum. Við horfum aðalega á valdið út frá því hver að stjórna. Sammála. Ég veit ekki, ég sammála, þú veist, það múst að segja með fjölmiðla, skilurðu hvernig það búið að setja bara bila mikið svona workload á fólk sem vill áttast á sannleikanum að flakka á milli eitthvað svona mengja sem að sjá bara eitthvað brjálæðslega ýkta útgáfa heiminum, skilur, og reyna einhvern veginn að fara bara að vera sinna enga rannsóknarblaðamaður, skilur, þetta er ekki vinnandi vegur, skilur, þú veist, og þú veist, ég sem, þú veist, áhuga maður heimsmál og svona, þú veist, maður svo berskjaldaður fyrir áróðri, maður finnur það bara. Þú veist, og maður hefur alveg lesið eitthvað, bara, já, þetta eitthvað sens og svo hugsa maður til baka, ok, þetta var kannski svolítið, þú veist, þannig að þetta mjög hættulegt umhverfi, sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Svo líka bara þegar þú talar það sem margir Kína sérfræðingar sko. Mér finnst bara að vera margskonar, allskonar sérfræðingar. Það bara, og líka krafa á því að þú sért með, þú veist, afstöðu, þú veist, hvort stendur með Ísrael eða Palestínu. Já, hvað neutrality Já, ég man ekki eftir því að hafa verið krafin afstöðu til einhverja stríða í Miðausturlöndum sko. Nei, en það ekki alltaf í Bandaríkjunum. Já, en þú veist, það ekki Gaza, þú veist, komið á ákveði level, skilur að það er svona smá organísk eðlileg krafa að fólk móti sér afstöðu gegn þjóðamorði. Eða þú veist, ég lesa svolítið þannig sko, að ég held að
hlutleysi sé vanmetið, hlutleysi vanmetið sko, og það er svona eitthvað sem að ég hef reynt að tilengja mig meira er að átta mig á, þú veist, hvenar ég á bara að stökkva á þann lúxus að vera hlutlaus, að það minni vinna og bara ákvæði ég hafa skoðun á þessu. En í tilfelli Gaza er það bara eitthvað sem að er komið á það level að þú veist rödd almennings er orðin það mikilvæg í því tilfelli held ég sko. Ég er endar sko held að sem svona kannski undantekningi sem sannar regluna sem þetta segja sko. Ég get verið með kaldrifjaða afstöðu þannig sko, en hún hljómar svona að ég tel að mín afstaða, ég held að ég hef hugsað út frá sko, ef allt Ísland yrði Ísraels megin, hvaða áhrif myndi það hafa á þessar deilur? Og ef allt Ísland yrði Palestínu megin, hvaða áhrif myndi það hafa á þessar deilur? Og ég hugsa bara sama útkoma, hvoru megin sem það lendir, sem að lætur mig þá komast að þeirri niðurstöðu að ég held að ef að við erum að pæla, þú veist, ef allir Íslendingar myndu bara pæla í þessu, þá myndi bara samfélagi stöðvast. Og ég held að ef við ætlum að hafa einhverju praktísk áhrif, að þá þurftum við að hámarka miklu meira okkar framlag til annarra hluta, til þess einmitt að geta verið þá stöndugur aðili í alþjóðakerfinu, en sem stendur erum við það ekki. Og kannski er það betra að okkur líði bara ömurlega allan daginn yfir því að það eru fólk að drepa hvort annað í Miðausturlöndum. En ég veit ekki af hverju við ættum að vera að gera það með þessar forsendur. Ég veit ekki hvað, þú veist, bara ef okkur, þú veist, er betra að okkur líði ömurlega yfir öllu sem er að gerast, þú veist, eins og í Súdan, bara ef við værum bara í mólum. Það er þetta að föðra upp í baráttunni, sko. Já, ég held að það sé að gerast. Ég held að bara, þú veist, við erum öll að, og sérstaklega þegar það er einhvern veginn, þú veist, það er verið að bombarda okkur við Áróru, bara beggja megin, skilur og þér finnst þetta og þér finnst þetta og svo takist þið á í ykkar heimalandi. Ég held að, þú veist, fólk hefur verið að drepa hvort annað með Austurlöndum í mjög langa tíma og reynda bara alls staðar í heiminum. Og núna er, þú veist, deilan í Súdan er margfalt verri heldur en er að gerast á Gaza. Og þá hugsa ég, ok, snýst þetta þá kannski ákveðin andu gegn gyðingum. Örugglega einhverju leyti. En ég hef svo hugsað líka bara, ok, hvað á ég að gera við þessar upplýsingar? Já. Hvað finnst þér? Það er bara fólk sem er bara, þú veist, reka kannski fyrirtæki og fjölskyldu og bara að reyna bara að sofa vel. Já, og svo er bara þú verður að vera með afstöð. Verður þessi manneski að vera með afstöð? Nei, einmitt. Og það þú varst tala um alltaf hlutleysi, sko. Það gera lítið úr því. Nei, ég bara, þú veist, ef þú spyrja mig bara eitthvað, bara ég myndi bara spjalla við eitthvað og myndi segja bara, ég hef ekkert pælt í þessu. Já. Er því bara eitthvað svona, oh my god, bara hvernig getur ekki verið, þú veist, ég er ekki þar, skilur, ég er ekki gangandi krefjandi fólkum afstöðu, sko. Nei, ég mér finnst að, þú veist, nei, það er alveg bara mjög góð punktur í það, skilur, bara fólk það náttúrulega bara að passa upp á sjálft sig fyrst, skilur, og það er hægt að föðra upp í baráttunni og hægt að föðra upp bara að vera bara rifin á milli mála sem að, þú veist, on paper og í umræðinu eru bara máluð upp sem bara life or death fyrir Ísland að taka afstöðu og þú myndi ekki gera neitt gagn einu sinni í baráttunni, af því þú ert bara orðin bara, depressed og þú ert orðin bara vanmáttugur og hefur ekkert fram að fara lengur. Bara hann woke. Já, mögulega. Já, ég er sammála því, sko. Við kannski bara leysum Ísrael-Palestínu-deiluna næst. Já. Ég held að við getum það, alveg örugglega. Jökull Sólberg Auðunsson, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Takk fyrir.